Góða kvöldi, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna í TV á föstudagskvöldi í Íþróttahúsi á Vesturgötu. Örn Arnarsson heilsar ykkur hér og ásamt Jón Orra Kristjánssoni. Jón, velkomin. Takk. Spennandi leikur framundan. Já, eigum við ekki að segja kannski spennandi er ekki rétt að orðið fyrirfram. Er þetta ekki skyldusigur hérna í kvöld? Ía Selfoss. Ía spilar alltaf ömulega þegar þeir eiga ykkur að skyldusigra. Ég meina þeir skýtsöpuðu fyrir Kávatn daginn og svo vinna þeir einhvern veginn bara Ármann þægilega sem voru efstir og eitthvað. Þetta er ólíkinda tól en ég meina mér finnst hópurinn hjá Ía betri og mér finnst hópurinn hjá Ía að vera bara einna betri hópurinn í deildinni eins og þeir eru búin að vera að spila. Já, og það er svona, ég fæ það svolítið á tilfinningunni að þeir séu með þetta slípast svolítið vel saman. Þú veist, að það sé að myndast einhver svona kemistría í þetta er liðskörfubolti. Já. Þú veist eins og á móti Ármanni, þú nefndir það eru 3 yfir 20 stig. Já. En enginn skilur með 40 eitthvað. Þetta er 24, 22, 20. Já, við erum ekki með þetta svona algjörlega afgerandi leikmann. Nei. Og það eru margir sem að geta gert ýmislegt þarna. Kenyon Hodges er stigahæstur hjá Ía og hann er með 18. Þannig að það er en engu síður er Skagaliðið að skora meðal til einhver 94 stig ef ég maður rétt. Þannig að þú veist, það segir mann líka að stigaskorið er að dreifast rosalega mikið og ég hef nefnt það áður að þegar maður sest niður og byrja að horfa á nýjan leik þá veit maður einhvern veginn aldrei hver það er sem er að fara að stíga upp af því að það eru bara margir sem geta gert það. Já, og það eru líka margir sem geta tekið að skarið. Þetta er ekkert bara saman spurning að ykkur hitti á leik og hittur öllum skotunum, heldur er þetta bara svo sem ekki að fínum sóknarmenn. Já, ég meina kannski bara áður en við byrjum að svona leikurinn undir hver á síðasta skoti í þessu fyrir þitt leiti? Sertan Stojanovic. Ég finnst Sertan bara að vera mikið aðdáðandi. Já. Það er útgeðislega góður. Já. Og þá er nú ekki slæmt að hafa mann eins og Kenyon Hodges kannski með boltan í höndunum að finna Sertan. Nei, akkurat. Að Sertan kannski þarf ekki að búa til sjálfur. Við skulum renna yfir liðskiparina. Hér kemur Skagaliðið. Það er algjörlega óbreytt frá því síðast og það kannski er líka ágætt. Það er nákvæmlega stöðuleiki í leikmannahópnum. Númer 1 er Styrmir Jónasson, númer 2 Kenyon Hodges, númer 3 Tómas Davíð Tómasson, númer 5 Hjörtur Hrafnsson, númer 7 Kristófer Már Gíslason, númer 8 Sertan Stojanovic, númer 9 Jóel Duranóna, númer 10 Lucien Thomas Kristoffis fyrirliði, númer 11 er Július Duranóna, númer 14 Aron Elvar Dagsson, númer 21 Guðbjartur Máni Gíslason og númer 24 Viktor Bafuto sem er frákasta hæsti leikmaður deildarinnar þegar hún er að verða hálfnuð og Óskar Þór Þorsteinsson þjálfari og Ísmar Bæjers. Ég meina það er náttúrulega að sjálfsögðu ekkert sem kemur á óvart. Hér Daði ennþá meiddur, þannig að hann er ekki Daði Alfreðsson. Það er kannski svona eini maður sem að gæti ef hann verður heill og þegar hann verður heill svona gert það að verkum Óskar þarf eitthvað að breyta. Já, við höfum nú bara verið mjög heppnir með meðsli í allan vetur. 7-13 notabene? 7-13 enn sem komið er og allir heimsins fyrirvarar Já. Við höfum ekki alltaf verið, við vorum að díla við mikil meðsli bæði fyrra og hitt í fyrra. Já. Alls konar meðsli frá alls konar mönnum en hingað til allavega 7-13 og allt alls. Já, einmitt. Og þá skulum við kíkja á Selfoss-liðið. Það er þannig skipað númer 2 er Tristan Máni Mortens, númer 4 er Gísli Steinn Hjaltason, númer 5 er Unnar Örn Magnússon, númer 6 er Folli Bógan, númer 8 Arnór Bjarki Eyþórsson, númer 10 Sigurður Magnússon, númer 12 Svavar Ingi Stefánsson, númer 13 Ari Hrannar Bjarmason, númer 15 Birkir Máni Sigurðarsson, númer 19 Fróði Larsen Bentsson, númer 22 Óðinn Freyr Árnason og númer 72 Wojciech Nowak og þjálfari þeirra Jóhannes Bjarmi Skarphéðinsson. Já, takk. Takk, við erum bara upp á 10. Já, mér hlýnar öllum að heyra þetta. Aðstoðarþjálfari Geir Elías Úlfur Helgason og Sigurjón er vallaþjálfur hér að byrjaður að kynna gestina og þeim er nú tekið fálega, ég ætla að segja það. Við höfum séð fleiri á pöllunum í vetur, svona vonandi eru bara allir ennþá í vængjónum niðri. Hrós, Jón, þú varst hérna sveittur, hoppandi tröppuleik við mig hérna, upp og niður hæðirnar hérna, milli hæða með kjúklingavængi hérna.
í góðan klukkutíma fyrir leik. Já, ég að koma mér í stand fyrir seinni part mótsins hérna. Já, þá Þetta samt meira átt að gaman, þegar það verið að reyna að gera eitthvað svona nýtt og það vilt ekki... Já, bara virkilega frábært og Kung Fu auðvitað sem að skapar vængina, við bara vekjum athygli á því. Kunna það. Og... Hann var líka smá sveittur, sá ég á hann. Já, var það ekki? Já. Fannar og Ómar hérna voru sveittir niðri að taka við kvörtunum fólk sem að þótti þeirra lengi bera fram vængina en allir lengur sveittur sig. Kannski rétt vörpuð því upp hérna. Það Jón Svan Sverrisson og Ronald Sörban Fatala sem að dæma hér í kvöld. Það eru bóttinn í fínum málum. Það eru 5 leikir í deildinni núna í kvöld og við skulum kannski bara varpa því upp að skagaliðið og þá skulum við varpa því upp munnlega, við erum ekki með neina grafíka en eitt það, en skagaliðið situr sem stendur í 4. sæti með 14 stig, getur lyft sér í rauninni upp í 16, þau gætu ef að leikir spilast vel í kvöld, þá gætu þeir enda með 16 og jafnir í 1. sæti ásamt Ármanni og Sindra. Sindramenn eiga reyndar heimaleika móti KFG. Ármenningar spila á Akureyri í kvöld. Þannig að, eins og ég segi, fræðilega þá gæti skagaliðið þegar þeir fara í jólafrí verið í toppsætinu þó þeir deiliði með öðrum. Já, það kannski, er það framar væntingum og vonum? Myndirðu segja það, Jón? Sko, já, ég meina þeir eru efstir, það bjóst ekki við því, sko, en hérna, mér finnst þeir hafa bara gert mjög vel í vetur og hefðu alveg bara mátt gera betur í svona leikjum, aðalega KF-leiknum sem alltaf var bara umurlegur. Já. En það líka alveg típist, svona þegar við erum með hérna lið sem hefur ekkert endilega verið að vinna alla leiki seinustu ár og eitthvað, þeir kunni ekki alveg að að klára alla leiki. Nei. En þetta er hérna sem sagt KF tekur síðan á móti Breiðabliki, Skallagrímur tekur á móti Fjölni. Þessi leikur hér, leikurinn á Akureyri, Skallagrím í Borgarnesi og í Vesturbænum, þeir byrja allir núna kortir yfir 7 en Sindri KFG byrja 19:45 þannig að við verum svo sem komnir úr loftinu þegar að sá leikur klárast, ger ég fastlega ráð fyrir. Já, það senkuðu honum út af einhverju flugvesen eða ekki? Já, það er ekkert álíklegt. Á staðinn. Já, það er... Senkuðu velin. Flugsamgöngur á Íslandi eru ekki eins og það voru þegar ég hérna í gamla daga. Þá var aldrei vandamál. Þú gast flogið frá Egilsstöðum og Neskaupstað og Neskaupstað og Siglufjörð bara með tengiflugi gegnum Akureyri. Þú veist, það var allt hægt. Hvað er hægt núna? Ekki neitt. Já, kostaður líka bara 5.000 í flugið. Nákvæmlega. Já, en hérna... Nei, ég er mjög spenntur að sjá hvernig Skagamenn kom inn. Það er að sjá að ég veit þetta ekkert hvort hann sé búinn að spila þetta í vetur, hann Ísak Purdue. Hver segirðu? Ísak Purdue sem er Já, hann sem er ekki í leikmannahóp núna, hann er búinn að spila einhverja leiki og ég var að fletta því einmitt upp áðan. Hann hefur spilað pappans fyrir 100 árum síðan. Já. Hann hefur spilað 7 leiki og er með alveg 9,7 stiga meðaltali. Meðal annars skoraði hann 22 stiga á móti Ármanni 23. nóvember. En ekki hafa menn með þetta. Nei. Hafa menn inn á vellinum. En þá er þetta nú bara að bresta á. Megum við búast við því, sko, nú er svo sem við höfum nú alveg séð það, maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvaða skagalið, hvernig þeir koma stendur til leiks. Fyrirfram, við erum að spila móti botliðinu, Selfyssingar eru neðstir með 4 stig í deildinni, það munar heilum 10 sætum á þeim, eða hvað alveg. En, þú veist, nú hefur þú komið inn og spilað svona leiki, menna hætt á því að það sé vannmatt fyrstu mínútunar, að menn halda þetta að einhvern veginn gerist það sjálfur sér? Ég veit ekki endilega hvort það sé eitthvað sérstakt
vannmatt, sko. Ég meina þeir mæta flatari til leiks heldur en á móti Ármann eða einhverjum toppleikjum, sko. En oft mæta líka bara svona lakari lið svona fyrirfram að þau mæta oft bara með kassan úti og byrja og svo rennur oft svona af þeim svona mest í móðurinn, sko. Þannig að þetta ekkert endur alltaf vannmatt eða eingöngu vannmatt. Nei. Orðað þannig. En eins og þú segir, yfir 40 mínútur á Skagaliðið að vera með gæðin til að klára þennan leik og við bara vonum það. Við getum farið glaðir og brattir hérna inn í jólafríið. Já. En þeir eru þarna Tristan Máni Mortens í byrjunliðinu og Folli Bógan, Wojciech Nowak að sjálfsögðu, Ari Hrannar Bjarmason og Unnar Örn. Og Unnar, já. Ekki, já. Unnar Örn, númer 5. Skamunum Styrmir, Kynjón, Kristoffer Serdan og Viktor. Já, Viktor ekki í vandræðum með þetta. Serdan með boltan. Viktor. Já, vinna honum boltan. Tristan á ferðinni. Þarna var nú skreflikt svo sem en Nowak með fyrstu stiginn. Það er ekki algengt að sjá Viktor feika hann svona upp í loftið, sko. Nei. Hann er yfirleitt frekar góður að halda sér á gólfinu. Það er Serdan. Fær hindrunna, ræðst inn að körfunni af spjaldinu og út af Tristan með frákast. Þetta er allavega annað árið hans hérna. Kynjón stelur boltan og hér fáum við eitthvað fallegt, já. Kynjón Hodges stelur boltanum og treður. Það mætti nú fara aðeins að breyta til annað en að hoppa bara hérna 1,5 metur upp í lofti og tróða eitthvað svona venjulega. Já, menn eiga að geta hlaðið í einhverja vindmyllur og eitthvað, sko. Maður fer að gera kröfur, sko. Með við tíman sem hann er í loftinu, þá getur hann gert hans í margt. Háránlegur íþróttamaður. Já, kemur Serdan aftur og það er opið skot, ekkert mál. 4-2 fyrir Skagan. Þessi er í hrifin af að hérna byrja með Styrmi og setja hann bara strax í almennilegt varnarhlutverk, sko. Það er glæsilegt. Það er ekki að Viktor fyrsta villan á Selfyssinga. Já. Og Viktor á vítalínuna. Kemur Super Mario Sigurjón alveg að standa sig þarna. Já, á soundboardinu. Já. Og Viktor setur seinna víti einnig niður. Staðan orðin 6-2. 60 í röð hjá heimamönnum. Já. Það er Fókan, Tristan. Kannski ágætt að minnast þess en hérna Ari hittir ekki, hvað segirðu? Bjarmi þjálfari hérna Selfyssinga náttúrulega eiginlega nýtekinn við, ekki nema eftir 2 vikur eða eitthvað því hann tók við að Árna hérna sem þjálfari sem þurfti að segja sig út af veikindum. Já. Styrmir í þristin. Hittir ekki. Tristan með frákastið. Sprækur en Tristan gríðarlega hraði á hann hérna. Skemmtilega gert. Býtur við? Nei. Já, vill meina hann hafi verið lentur hérna með boltan. Utan vallar. Það var potið rétt hjá honum en þetta er mjög laglega gert hjá honum. Tristan, það er að segja. Er ekki Folli Bógan búinn að vera hansi góður í vitur? Jó. 27 stig og 8 frákast. 4 stóðsynir þar. Styrmir undir á Viktor. Nowak á ekki séns og reynir ekki inn í sinna að stoppa hann hana. Nei, og það er líka algjör. Þeir eru svo sem með Svafaringa á bekknum. En Svavar er svo sem búinn að vera að spila síðan ég var að spila, þannig að það er ekkert endilega. Nei. Villa dæmd á Kristoffer. Og fínt frákast þarna hjá Ara.
Svonari, já. Þetta eru ungir menn hérna. Já. Hjá Selfyssingum. Fyrra vítið dettur. Ekki það síðara, Viktor með frákastið. Kemur Kenyon, Kristoffer. Serjan kemur upp úr hindrunni. Serjan. Frábærlega gert hjá Serjan Stojanovic. Hann spilaði með Selfoss eða ekki? Ég er hann ekki búinn að spila bara allstaðar? Nei, ég segi það ekki. Ég er búinn að spila víða. Spilaði með Selfossi. Spilaði með Þóra Akureyri. Já, og Fjölni. Álftanesi. Álftanesi, það er rétt. Novak. Borgan í langan þrist, aðeins og stuttur, Serjan með frákast. Styrmir í horninu upp og skref dæmt á Styrmi þarna. Jónsson með allt á hreinu. Já. Hann er farið að staða á hann og byrja að stinga boltanum niður. Það er svo sem algengt. Ég meinti aldrei því. Nei. Varstu mikið að stinga boltanum niður? Já, nei. Það er ástæði fyrir því líka. Fínt sprettur hjá Tristan en góð vörn hjá Serjan. Serjan, skemmtileg sending á Kenyon Hodges sem hann skilar í niður fyrir 3 stig. Og þá er leikhlé hjá Selfyssingum. Bjarmi tekur leikhlé. Þetta er frábært. Já, þetta er bara beittir til leiks. Fín byrjun. Sjáum þetta hérna. Ansi skemmtilegt. Sjá síðan hérna tróðsluna hjá Kenyon. Þarna til dæmis að setja einhverja krúsítúlur á þetta. Ég kannski býða með það til í seinni hálfleik. Já. En hann mætti vera miklu gráður að skjóta og taka skarið. Já, hann er náttúrulega rólegur. Hann er svona ég hef sagt það, mér hefur fundist hann sem er kannski eðlilegt, hann er að koma beint úr háskólaboltanum og já. Úr svona liðskörfubolta, skilur við. Hann er ekki búinn að hann er ekki komið með það reynt að á Íslandi er hann aðalmaðurinn. Eða þarf að geta verið aðalmaðurinn. Eða, þú veist, kannski er það mýta, ég veit það ekki. En þetta er svo sem allt í lagi, ég meina, hann er svo sem bara kemur öllum inn í til að byrja með og það er ekki það að hann stiga eftir maður liðsins og eitthvað, en ég held að hann geti bara verið óstöðan. Já, en við höfum nú einmitt verið með ameríska leikmenn hérna sem að kannski einmitt hafa ekki jafn gaman að spila vörn eins og hann en skorað 40 Fókan heppinn þarna, fá ekki dæmt á sig og Tristan með þristinn. Ég meina, eins og Jamarco Warren með 40 pluss leiki, ég veit ekki hversu marga, þú veist, en það er, og flest bjóðan til sjálfur, skilur við. Kenyon aftur á móti sínstig er hann að skora eftir að boltinn er búinn að snerta kannski 4-5 leikmenn, skilur við, í hverju í sókninni. Já, eða hann stilur boltanum að og fyrir hraðaflöp og einhvern veginn, hann er ekki að taka neitt frá hinn. En hann er nefnilega frábær skytta, ég er sammálað með það, það er nú gaman að skoða einmitt bara hreinlega nýtinguna hjá honum. Fókan í erfitt skot. Fókan fyrirgefiði. Serjan, skemmtileg sending á Viktor, skilar þessu niður. Þetta er eitt af því sem ég hvað hrifnastu við Viktor, að hann hleypur völlin alltaf vel. Annað skipti sem hann kemst alveg inn að körfunni. Gummi sig í keilunni vildi meina að Viktor væri eiginlega alveg eins og Óli Adolfs í gamla dag. Já. Þetta væri þriðji Íþrótta Adolfsson bróðurinn hérna. Skemmtilega gert. En þetta var líka skemmtilega gert. Viktor með fyrsta varðarskotið sitt hér í kvöld.
koma Aron og Lucien inn á og Arnór Bjarki kemur inn á hjá Selfyssingum. Fyrsta skiptingin hjá þeim einnig. Fullt af mönnum á bekknum, Selfyssingar. Já. Bógan í keisluna enn einu sinni geggjuð vörn hjá, nei, dæmd villa. Útidómarinn tekur Jón Svan, var mjög nálægt þessu, kannski of. Já. Of nálægt, ég veit það ekki. Ég sá þetta ekki. Nei. Þetta er svona leit út fyrir að vera bara rétt. Já. Úr fjarlæg. En svo vildi hann líka fá villu áðan og svona er ekkert ólíklegt að hann hefði vottingunum aðeins. 15-7. Kynjan á Aron. Styrmir. Eitt af því sem að hefur heillað mig við Skagalið í vetur sem að er mikil framför kannski frá undanförnum árum er sko hreyfingin á boltan, hreyfingin á mönnum án bolta bara það er alltaf eitthvað að gerast. Já. Nema þegar þeir verða staðir og ætla bara að tróða boltanum inn á Viktor einhvern veginn. Já, það hefur komið fyrir. Já. Vissulega. Það eru þau skiptið þar sem þeir verða svona fyrirsjáanlegir og eitthvað svona. En almennt að það gengur sóknin. Lucien galopinn, aðeins og stuttur, Aron. Nei, Bógan rífur af honum frákastið. Arnór. Ari, aftur á Arnór. Arnór stígur tilbaka. Úf, þetta hefði verið ansi falleg karfa. Já. Flott hreyfing. Lucien. Ræðist inn að körfunni, finnur Aron Elvar sem að virkilega vel gert. Þú glemdi sér aðeins að Aron er þarna og hann bara nýtur tækifæri og skýtur sér inn. Tristan. Bógan. Sjáum að Skagalið núna skiptir töluvert á sumum skrínum, ekki öllum. Bógan, opinn, Kynjón næra truflan. Þessi vörðni á Skagamönnum er eiginlega bara búin að vera alveg frábær. Styrmir. Langaði, hættir við og brotið á honum. Það finnst mér vera svona smá breyting hjá Styrmi frá því fyrra. Hann er hérna alveg óhræddur við að bara fara á menn og taka opniskotinn og eitthvað svona sem vera feimnari í fyrra. Já, og fyrra vítið skila sig niður. Já, hann er ekkert að endilega sætta sig við einhver skot Já, eða bara það er svo margir sem að verða bara svona battar í sókninni. Já. En hann hefur engan að hóða því. Novak og Bógan fær smá braut þarna, kemur út á Tristan, fallegt skot hjá honum. Aron hjálpar þetta inn þegar Bógan var hálfu komin inn og þá bara Aron svarar hér með sínum eigin bara. Svona á að gera þetta. Já, ekki verið híkan eitt við þetta. Nei. 22-10. Bógan inn á Novak. Frábær vörn hjá Viktori. Ari reynir að komast fram í Kynjón. Frábærlega gert. Geggjur hreyfing maður. Nær ekki að skila því niður. Ég ætla að gefa hann 2 stig. Aron með layup með vinstri. Hann er að hlaupa gólfið vel sem heild. Það er og Styrmir heldur þarna. Fín villa bara. Og þá er skipting. Ari fer að velli, inn á kemur Óðinn Freyr. Odnarsson og Tómas sýnist mér verið að koma. Það er vinna fyrir Kynjón. Já. Aron var stigað eftir maður leiksins. 7 stig. Það tók ekki langan tíma. Nei. Fín innkoma hjá honum.
stólinn bolti á hann hér. Lucien beint upp í þristin, ekkert nema net. Já, svona Bógan og Tristan út á Bógan keyrir inn, geggjuð vörn hjá Viktori. Þetta svo mikilvægt fyrir Skagaliðið að hafa Viktor þarna undir. Við erum búin að, svo sem að nefna það margoft í vetur. Já, þetta allt annað körfuboltaleikur þegar frábærlega gert. Ég hrifinn af þessu. Já. Þessu sem góður. Tristan Máni mjög áræðinn. Já. Það Tómas. Út á Styrmi. Opinn þristur. Setur það. Mikið skorað hérna hjá Skagamönnum í fyrsta leikluta. Þetta svo sem flest af þessu frekar opið sko, en þetta samt óeðlileg hitni hjá þeim, ég segi það ekki. Novak, Arnór í þristinn, já, hann setur það líka, það einhver skotsýning í gangi. Skagamenn með 60% tveggastæðnýtingu og 87% tveggastæðnýtingu. Það bara, endist nú sennilega ekki leikinn, Styrmir fyrir sjálfur. Novak kemur upp með boltan. Styrmir auðvitað fyrir leikmaður Selfoss. Gleymir því ekki. Novak út á Bógan, langur þristur í honum. Já, auðvitað. 30-18. Og Arnór með skot hérna í lok leiklutans. Staðan 30-18, eigum við að fá kannski bara smá tölfræði upprýðun, Jón Orri? Já, stigafæstir hjá Skagamönnum eru Aron með 7, Viktor með 6 og Styrmi með 5. Hjá Selfossi Tristan með 5, Arnór og Ari með 3. Frákastæstir Viktor með 6 stig og 6 frákast og Sertan 3 og Kynjan 2. Og hérna Polly Bógan sem með vitlausa myndir af sér með 3 frákast. Þetta ekki Polly Bógan. Hérna. Og stóðsendingastir alls konar með 2 og Tristan Máni með 1. Já. En svona eiginlega bara það sem stingur kom mest í þessi fáránlega skotnýting Skagamanna. Algjörlega, það var bara að taka undir það. Við getum alveg lifað með þessu. En Skagamenn eru bara yfir á öllum sviðum frá tölfræðinu. 3 varinn skot og fleiri stólna og fleiri stóðsendingar og bara stigaskorið endurspeglar þetta svolítið. Já, það kannski allt til að lauma því hérna inn. Þóra Akureyri með 10 stiga forskot á Ármann þegar að mínúta eftir af fyrsta leikluta, 21-11. Það hefur verið erfitt ferðalagi á Ármenningum og Skallagrímur, steinleikur í fyrsta leikluta fyrir Fjölni heima 9-25 og KVF 20, Breiðablik 21. Þetta náttúrulega leikir sem að, sérstaklega Þór Ármann sem að leikur sem að skiptir kannski Skagalið máli. Já. Þetta svo skrítin deild maður. Já, hún spilast bara. Hún bara spilast frábærlega og ég meina, þú veist, og getur ímyndað í þessari deild með 8 liða úrslitakeppni síðan. Já. Þú veist, það verður engin leið að spá. Nei. En það var nú hvíslað að mér, ég nú ekki mikið í að skoða stuðlana og svona, en að stuðlinn á IA sigri hér í kvöld hafi verið 1,05. Já. Það var ekki komið inn og byrjar á því að setja 1 í andlitið á Viktor hana. Já. Viktorinn ekki mikið að skipta skapi. Óðinn. Það ekki Óðinn í Hrunaminu. Jú, það held ég að sé alveg rétt. Sonur hans Árna kannski. Fyrirhundi þjálfara. Gæti verið nefnilega. En svo segi ég stundu svona og veit ekkert almennilega. Ég myndi bara Árni átti ykkur að finna þarna. Lucien, býtum við hver á þetta. Það Aron sem á þessa síðustu snertingu samkvæmt öllu. En nú, hérna, þetta 9 stig hérna
og Skagamenn megi ekki verða eitthvað værikæli. Nei, það er auðvitað hættan. Þetta er búið að vera mjög þægilegt. Staðan var 30-15, það eru 60 í röð núna hjá Selfyssingum. Já. Bókan kemst inn að körfunni, mjög erfitt. Viktor gerði það ágætlega, en vel klárað hjá Bókan. Óskar þjálfari ekki sáttur með þetta. Serdan út í hornið á Aron, Aron í þristinn, setur það niður. Svona að svara. Opinn í horninu og setur þetta bara niður. Arnór, það er á Tristan. Tristan, langur tvistur, ekki gott skot hjá honum. Serdan. Viktor hérna opinn undir, Serdan ákveður að fara í skoti. Þetta var nú kannski ekki sniðu ákvörðun hjá honum. Mér finnst þetta eiginlega alltaf þegar Serdan skýtur finnst mér að bara vera ágætis ákvörðun. Þetta er karfa hjá Óðni. En Skagamenn verða samt eiginlega að vinna þetta áfram á vörninni, sko. Já. Þeir eru ekkert að fara að skjóta svona út leikinn, sko. Viktor, sterkur hérna, erfitt og vill að dæmt síðan á hverða var það Svavar. Skipting. Tristan kemur af velli og Gísli Steinn Hjaltarsson kemur inn á í staðinn. 6 sekúndur eftir á skotklukkunni. Nei, þetta er víti væntanlega, já, auðvitað. Dansar Oni. En sem var náttúrulega verðt að minnast þess, þeir sem eru heima að horfa, að það er skemmtilega að mæta á völlinn. Já, það er það alltaf. Og þá erum við ekkert að taka neitt frá sko, ég vil alls ekki taka neitt frá þér. Það er þetta gaman að vera heima og hlusta, fá að heyra fróðleikinn En jú, það er ekkert skemmtilegra heldur. Þetta var nú skreflíkt að þessu. Mikil vandræði hjá Selfoss. Hörku skrín hérna hjá Svavari. Geggjuvörn hjá Viktori! Sérðu þið? Svo er hann eins og alltaf og Lucian, já. Lucian hittir ekki úr þristinum og fær á sig villu hér. Þetta var frábær villa hjá hann. Já. En það er rétt hjá það, Viktor með vari skot hérna öðrum megin og þetta var pottið innanfélagsmitt í hérna 25 metrum. Já, sjáum þetta hérna geggjast. Og já, fær hann smá kvíld. Kristoffer kemur aftur inn á og Kenyon Hodges. Hann er alveg ægilega þjóðutur. En það held ég hann sé alveg, hann var allavega senast í kíkti með langflesta stólna bolta í deildinni. Kenyon Hodges? Já. Já. En hann tekur alveg fullt af áhættum og endar oft með svona leiðilega marga villur að mér finnst. Fyrir svona, ekki alltaf í bestu stöðunum. Fallegt skot hjá Arnóri. Nú vantaði nú stig hjá þeim hérna hjá töflunni hjá okkur. Með við töflunni í húsinu, þannig að ég er búinn að lagfæra það. 38 samkvæmt töflunum það. Kenyon og vill að... Úff! Þetta á með hægri. Það er, gefum honum það, hérna, þriðja liðsvillan á Selfyssinga. Fjölnir 31-13 yfir á mútið Skallagríms. Fjölnisliðið var ekki Baldur Már farinn að þjálfa Fjölni? Já. Skiptu þeir ekki bara í rauninni Baldur og Borsi og Óskar tekur leikli ekki sáttur. Munurinn komin inn í 6 stig. Já. Það er miðað við í rauninni fyrsta leiklutan sem að þetta maður hugsaði bara, heyrðu á, ætlum við í alvörunni að vera bara niðurlega á hérna, en einhvern veginn hefur finnst mér botnin svona dottið alveg ægilega niður. Ég menna þeir eru bara með 7 stig eftir
7 mínútur var það ekki áðan og allt í einu með hérna 22 stig á 6 mínútum einhvern veginn. Já, þetta er ekki alveg svona eins og maður var að vona að þessi leikur myndi þróast, en það er erfitt að vera, þú veist, erfitt, það er náttúrulega heimskulegt að segja þetta, en ég held að þetta sé einhvers síðan satt, það er andlega erfitt að mótivera þig, svo körfubolt er bara þannig íþrótt, ef þú ert ekki sjarp og fókuseraður, þá er þetta svo fljótt að breyta. Bara hver sókn sem að fer í eitthvað kæruleysi og hver vörn sem að fer í einhver afslöpun, er bara rándýr. Já. Sérstaklega svona eins og í byrjun leiks að þá var vörnin að halda og þá voru þeir að fá hérna hraðaglöpstig og hafa það svolítið náðugt sko. Leið og þeir verða svona sloppi í vörninni og hinn byrja að skora eins og eitthvað, þá verður hlutirnir erfiðari og svo síðan náttúrulega það sem ég allavega er á þeirri skoðun að ef þú dettur í þetta, svona þessa loggmóllu einhverja, það getur verið svo erfitt að snúa sig út úr því aftur. Já. En það er það sem Óskar var að reyna núna í þessu leikli. Serjan, Aron verður að fara í skoti. Þetta leit allan tíma mjög vel út. Og hann hikar ekki í sekundu brotat. Nei, Aron alveg komin yfir 10 stig, ekki? Jú. Já, 10 stig. Bógan og inn á Gísli. Setur hann út á Óðinn, fær hann aftur. Svona hipsum haps sóknarleikur. Kristófer kemur upp með boltan fyrir Ría. Kristófer er stigalaus ennþá eða ekki rétt hjá mér líka. Og Aron með fínt sóknarfrákast hérna. Lucien fer í árásina. Serjan ætlar að reyna að finna Aron, gerir það og fær boltan aftur, fer í skotið. Vel skakt. En hugmyndin ágætt þarna hjá Serjan, það vantaði bara aðeins að framkvæma. En nú vil ég sjá vörnin að fara að halda aðeins aftur og hérna taka kannski aðeins minni áhættur og bara standa sig hérna. Þannig að boltinn nálægt því að fara á línu. Frábært skot hjá Bolli Bógan. Það væri mjög fróðlegt að fá hérna Jón Ótta, gamla góða dómaran hérna til þess að meta saumar þessum tilraunum Kynjóns til að stela þessu sláttur aftan frá. Kristófer í skoti, hittir ekki. Bógan nær að halda þessu frákasti. Hraður hlaupstristur og þeir ná boltanum aftur og villa dæmd á, það er ekki. Dæmir að Lucien, Íta. Voru komnar, var þetta 4. liðsvillan eða? Nei, það er bara... Er þetta ekki bara önnur? Ég hefði haldið það. Það er bara önnur. En... Hann er ekki að dæma skot. Nei, mér fannst... Hann gaf samt 2 putta. Já, einmitt. Já, ég held að sé alveg örugglega bara, já, það er bara 2. Og Kristófer nær að stela boltanum. Finnur Serjan. Viktor kominn fremstur. Lucien, Serjan aftur laus, nei, við ná að svara þessu. Fótur á Novak. Þetta er 8-32. Bolli Bógan að því við komum með 12 stig. 3 stóðsendingar hérna. Kynjón. Ætlar að búa eitthvað til, nærði ekki. Viktor heyrðir upp leifarnar. Ef ég var á statinu þá myndi ég gefa Kynjón stóðsendingu þarna. Já. Svona smá. Ein svona heimavalla stóðsending í hverjum leik allavega. Já. Fínt frákast hér en aftur er vörnin. Ari Hrannar. Býtu við. Villa á Serjan. Núna eru komnar 3. Já. Þannig að bæði lið eru raunin að lenda í skotrétti bara við næstu villu. Novak út í hornið.
Kinyon með stólinbolta, Kinyon með brautina fyrir fram að sig! Wow! Fyrir gefið, kæru áhorfendur, þetta. Hvað stökk hann upp? Við verðum að sjá þetta aftur, maður. Já, skemmtilega gert. Ara hann að því. 42-34. Sá að Bókan, hann langaði alveg að stökka upp með hann og hann berja þetta í burtu en Lucien með skemmtilega takta, setur það niður. Þetta hérna, sástu bekkinn hérna, já. Tjúllast allir. Já. Þetta er eitthvað nýtt, ég er mjög hrifinn. Já, vel spilað þarna hjá Selfyssingum. Það er lítið hérna, ja, svona góður andi yfir þessu hjá þeim. Já. Þetta er yfirleitt mesti mælikvarðinn á hvernig stemmingin er í liðinu. Ef að bekkurinn situr og þegir allan tíman, það er ekki gott merki. Kinyon með öruggt skot. Og Villa dæmda á Kristoffer líklega. Ítir. Já, en það er þriðja vitan að Sertan. Eigum við að sjá, sjáðu. Verðum við ekki að sjá þetta? Ég er bara... Þetta er alveg rosalegt. Líka þau út að hlaupa eftir einhverju svona stoppaði, hættu að hlaupa, ekki hlaupa inn í skotið. Fjölnir er 46-17 yfir á móti Skalleika. Það er bara... Í Borgarnesi. Lygilegt. Heimavöllurinn ekki að skila miklu fyrir Borgarnesi í kvöld. Það er nokkuð ljóst. Eða Baltimore að skila svona miklu fyrir Fjölnir. Já, hann er reyndar frábær þjálfari. Ég ætla að gefa honum það. Og góður drengur. Ég veit nú ekki með góður drengur. Hvað? Ég veit nú ekki með góður drengur. Nei. Ekki styggðar yrði í mín eyru. Það er reyndar rétt, hann er alveg frábær. Hann var að þjálfa hérna Fjölnir daginn þegar hann var nýtekinn við hérna. Það er komið 2 æfingar. Hann tók eitt gott hérna áfram ÍR. Og ÍR! Í berjunni. Villa dæmt og Styrmir fær þá vítaskot. Bæði lið komin í skotrétt. 2:30 eftir að fyrri hálfleik. Aron ennþá stigastur gaman með 13 stig. Geggjað. Folli hjá Selfoss með 12. Viktor með 9 frákost. Þetta er náttúrulega bara ekkert eðlilegt sko. 10 stig, 9 frákost. Fjögur varinn skot í fyrirháleik. Já, hann er eiga virkilega góðan leik. Július Duranona kominn inn á. Og Styrmir vill nú meina að Mér finnst þið búin að vera meiri áttar veldændur leikur svona til að byrja með, búin að finna, ég er ekki að segja neina þessu villur séu röng. Nei. Mér finnst þið búin að finna svona nokkra villur svona sem ég hefði bara alveg sleppt. Já. Sem er kannski óþarfar. Já. Fyrir, maður kannski, og stoppa kannski flæðið í leiknum. Og að hagnaðarreglan auðvitað er kannski ekki til eins og í körfuboltareglunum, en og þó. Svo eiga þessar reglur ekkert að skipta öllu máli. Nei. Kinyon gerir þetta vel og stokkið inn í, þetta er svo geggjað. Þarna eiga þær að henda tæknivillur og svo alveg. Já, þetta er... Þú stígur ekki svona undir... Þeir eru fattir að gefa tæknivillur fyrir þetta í NBA nefnilega. Já, þetta er bara harðbannað. Og þarna til dæmis finnst mér þarna eiga menn að mæta í hann. Já. Þetta er bara stór hætta. Þetta er það. Nú er ég að reyna að rifja upp við hvernig er þessi regla kennd í NBA. Það er einhver leikmaður. Það er sem tók út Kevin Durant, eða ekki? Jú. Stóri... Ég held að séu með að segja 2 reglur kenndar við hann. Ef ég var að sjá þetta bara nú fyrir stuttu síðan. En
En þetta, akkurat þetta, að stökkva inn í lendingar svæði leikmanna bara... Og bara henda mönnum út af því að það á enginn að þurfa að gera þetta. Nei. Þetta þvætting. Býtu nú, bara veit ég ekki á hvað verið að dæma. Ég þekki það mjög leitt. Kannski. Náðum ekki að... Já, þetta við erum ekki sammála þessu, en... Líka, það súrtaði mér að þetta svo fallegt frákast í Júlís. Já. Þegar yfir 80% leikmanna á vellinu verða hissa eða dæmt og skilja ekki alveg hvað, þá eitthvað að því. En Jónsson reyndar ekkert mikið fyrir að gera mistök. Nei. Kemur Kinyon út á Kristoffer. Kristoffer kemst inn að körfunni. Frábærlega gert hjá Kristoffer. Novak. Ekki Novak reynilega bara stigalaus ennþá. Númer 2 stig. Kemur hann með þryggjastega skot, hittir ekki Kinyon, langur bolti fram á Viktor! Nei, herðu! Ég sá eins og LeBron James gera þetta á opnum velli, taka leiðir. Þetta var alveg umurlegt. Það voru allir staðnir upp í höllinni. Þá reyndar eiginlega fyndnar að gera svona. Já, en nú ætla ég að vera pínu gagnrýninn hérna á leikskýrslu. Engin leikmaður númer 23. Af hverju þá einhver í búningi númer 23? Þetta Sigurður Darri. Næst efsta deild, sko. Hann skráður á statinn númer 23. Hann númer 10 skýrslunni fyrir leik. Já. Sigurður Magnússon. Sigurður Darri Magnússon. Já. Bæði vítin niður. Kristoffer finnur Styrmir nær ekki að gera sér matur þessu upp. Finnur Viktor, Július yfir á Styrmi. En þá 10 sekúndur á klukkunni. Styrmir hlaupinn út af... Nei, nú ég ekki sammála Jóni. Ég ætla að vera ósammála þér og vera alltaf sammála Jóni síðan í frá. Það bara svoleiðis? Hann stígur ekki fyrirspor. Nema þegar skagamenn komnir undir og þá geti aðeins farið að skóla. Ég allavega, sko, Styrmir á ekkert inn í honum allavega greinilega. Það Fróði, Kinyon stelur honum, Kinyon dauðlangar í aðra, gerir það! Ég aðalega bara ennþá fullur við Jónsson fyrir að hafa ekki hent Svavari út af hann. Já. Bara ég veit ekki sjá þetta er ósvonandi. Kominn 15 stiga munur aftur. Novak. Hörðu. Þetta væntanlega hald, en sástu hvað hann stökk? Notaði hann einhvern leikmann til þess að... Er þetta ekki sér litli? Jú. Þetta var alveg fáránlegt. Já, það var bara ansi lekkert. Þetta var Tristan. Já, þetta var Tristan. Sko, nú ég svolítið langt frá. Þannig skráður 1.82. Ég held að það sé í helvítið þykkbotna skóm og mjög góðum degi. Já. Það er Buffalo sko á Selfossi. Ég líka ennþá 105 kíló á mjög góðum degi. Sko. Mjög góðum degi sko. Já, 9 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Nei, hvað þetta? Hvað meiddur? Kemur skot frá Tristani, hittir ekki og þar með lýkur fyrri hálfleik. Staðan 58-42. Kaflaskiptur leikur en Skagalið með í rauninni þá forystu sem að maður
sem að maður hefði búist við með bara hvernig leikurinn byrjaði, að þá erum við aftur komnir á þetta, eins og ég segi, með 16 stiga forskot sem ekkert of lítill munur. Of mikill munur, menna ég. Síður en svo, sko, sérstaklega með að við flugvöldasýninguna þarna sem við byrjuði í, sko, en við bara slökuði aðeins svo mikið á þarna í 6-7 mínútur og Selfyssingar bara sömuleiðis, það gerði mjög vel og komið sér tilbaka, en bara svona lágpunktarnir úr fyrri hálfleik hérna, og veit ég ekki verið sneiðast hérna í lokinn og hérna ég held að það hefði ekki gerst neitt hér. Nei, þetta virkaði bara eins og einhver vöðvatognun eða stífleiki. En við erum að tala um 3 stigahæsta hjá Skagaliðinu samtals með 39 af þessum stigum. Aron Elvar, Kynjón og Viktor allir með 13. Styrmir með 7, Lucien 6. Það er Folli Bókan sem er stigahæstur hjá Selfyssingum með 12. Ari Hrannar 11, Arnór, Bjarki og Tristan með 5 og Svavar Ingi 3. Viktor kom með 10 fráköst, Serdal kom með 4 stoðsendingar. Bara, þetta er allt eins og einhvern veginn blómstrið eina. Já, þetta er bara fínt, bara ljómandi gott hjá þeim. Mér finnst þeir ekkert búin að vera frábærir eða eitthvað. Hérna sjá allir á vellinum hérna í seinna hálfleik. Já. Við förum að segja þetta gott svona í fyrri hálfleik. Hálfleikarnir að klárast. Ótrúleg staða í Borgarnesi í hálfleik 22-61. 61 stig hjá Fjölni í fyrri hálfleik. Í Borgarnesi Þór Akureyri 42, Ármann 37. Þar er aldeilis að draga saman með liðunum. KVF 39, Breiðablik 48. Og síðan eru Sindri og KFG rétt að hefjast, en við ætlum að taka okkur pásu og koma hérna aftur eftir 12 mínútur og 30 sekúndur, ekki fara langt. Takk.
Komið sælir aftur áhorfendur góðir, Örn og Jón Orri heils ykkur aftur hérna frá Íþróttahúsinu á Vesturgötu og Akranesi. Bara fínasta staða hér í hálfleik 58-42 heimamönnum í vil. Jón, hvað heldur að Óskar hafi svona lagt upp með sínum mönnum og hvað heldur hann hafi rætt við á hérna í hálfleiksræðinni? Sko svona eins og fyrir hálfleikurinn spilaðist að þá náttúrulega verða það bara að koma út og það væri voða þægilegt að byggja upp hérna einhvern mun. 20-30. Já, eitthvað svona komið svo upp í einhverju tölu þar sem að en þeir geta ekkert komið flatir út og haldið eitthvað 16 stiga munur skipta einhverju máli. Nei. Já, ég meina þeir mistu niður, við sáum það í fyrrhálfleiknum þegar þeir slökuð á, það mistu þeir einhver 15 stiga forskot niður í 6 bara á tiltölulega stuttum tíma. Já, þetta fljótt að gerast sko. Þannig að það má ekkert, við megum ekkert við því. Já, ef að leikirnir enda eins og þeir eru akkurat núna, KFG er yfir 8-5 á móti Sindra, þá geti í að enda í efsta sæti. Já, eins og við fórum yfir hérna fyrir leik, það er bara svoleiðis. Hérna Kenyon í erfitt skot. Tristan með fínasta frákast. Kemur Ari upp með boltan. Og enn ein varslan hjá Viktori og Styrmir. Þarna var Styrmir fær ekkert gefins í þessu. Nei, það er bara svoleiðis. En hvað er Viktor búinn? Ég ætla að vona að tölfræði meistarinn sé að skrá þetta allt saman. Þetta er örugglega, já, 5. var að skota hans. Þetta er 5. Ég held að það eru 4 í hálfleik. Já. Já, ég get líka að kíkta það. 5. Ari. Og það er ekki oftalið 1. Nei, Tristan. Fallegt skoti á honum. Spennandi strákur. Já. Spennandi leikmaður, finnst mér. Hérna, verði að segja. Kenyon á Viktor, Viktor í Tristin. Dansar af hringnum. Ókar með frákastið. Hann á alltaf að taka opinn skot, Viktor á alveg. Já, 1, 2 og 3 í leik sko. Já. En munurinn, orðin 14. Kenyon með fullt af plássi. Nýtir sér það. Skakkur aðeins og Kristoffer að reyna. Og hvað er innkast sem að skæina á, já. Smástildaðan hefði dæmt á Kristoffer þetta. Ég er ekki frá því að Styrmir og Tristan séu bara sömu hárgreiðslu. Rakast í kringum eyrað. Já, heyrðu, það er rétt. Ætli Styrmir sé þá að fara á Selfoss að fá klippingu, eða? Styrmir í erfitt skot, Kristoffer nær frákastinu. Og Viktor hann að passa 3 sekúndur hana. Þeir í sveiflunum með vinstri, Tristan. Setur hann út á Ara, Ari með fallegt skot. Þeir eru að byrja síðar hálfleikinn af krafti. Já. Wojciech kom ekki inn í seinni hálfleik. Nei. Sem var meist eitthvað. Kristoffer. Kenyon á vítalínni aðeins og stuttur. Svona pínu vandræðir á skagaliðinu núna hérna í upphafi síðar hálfleiks. Tristan. Fallegt Evrópu skref þarna og villa dæmt. Hann er 15 metra frá þessu samt. Hann verður að koma sér nær playinu þarna. Dómarinn, hann ég get tekið mark á þessu. Já. Hann getur ekki staðið út á miðju hérna þegar að Tristan minnkar munin í 10 stig. Já. Þetta er fljótt að gerast, það er bara rétt búin að rúma 2 mínútur og það er búið að taka 7 stig af muninum sem var í hálfleik. Með þessu áframhaldi verða þeir bara komnir yfir eftir 8 mínútur. Kristoffer, þetta er erfitt.
Þetta er núna mega samt ekki skagamenn. Nei, og villa dæmd á... Lendi í einhverjum fórnarlambsskýr, sko. Nei. Nú er svo mikið fórnarhundum og eitthvað. Og ég er reyndar sammála hverju einustu fórnanda en mega ekki lendi í einhverjum svona fórnarlambsskýr. Við höfum engin áhrif nefnilega. Nei. Við megum alveg vera vælandi og skælandi. Já, einmitt. Og það getur nú meira sér haft bara fyrir röfu áhrif. Já. Akkurat þetta sem þú ert að nefna, sko. Tristan öruggur á vítalínni og munur komin í 7. Nú þurfum við að fá bara góða sóknir á skagaliðinu og þægileg stig. Sertan opna sig hérna. Kinjón, hann fær hindurinn frá Viktori, Styrmir í horninu, Styrmir gerir þetta frábærlega, geggjur karvægi á Styrmi Jónasinni. Lendir á Svavari þarna. Það var ekki Svavari að kenna þetta. Það var alveg á löglegumstað þarna. Bókan, já, fín vörn. En svona miðað við það sem við höfum séð, þarna hefði maður, ég hef alveg getað séð flautað þarna á Styrmi. Þetta var Styrmi. Kinjón, ekkert dæmt þarna, boltinn hins vegar út af. Já. Það getur vel verið að hann hefði slegið í boltanum. Hann tólaði í... Nei, nú ætlum ég líka að hætta Sertan, galopinn í horninu. Hittir ekki. Það er aðeins dottið niður nýtingin sem var nú svo sem ekkert, það var úr háum sögulega detta þar. Já. Sertan á Kinjón, Styrmir í horninu, galopinn, engin spurning. Þetta er ég samt hrifinn að sjá hjá þeim, bara alltaf hvernig þeir svara svona áhöpunum. Já, Kristófer, frábærlega gert hjá Kristófer hérna. Fítkabli núna, en svaraði þessu akkurat. Munur náttúrulega orðin 12 stig. Og núna til dæmis er ég... Bókan í langan þrist. Nær nú bara frákastinu sjálfur og gerir þetta virkilega vel. Og Óskar er búinn að sjá nú, nennir ekki meir. Já. Já, þetta er búinn að vera fjörugur byrjun á þessum síðari hálfleik. Selfyssingar 13-4 hérna, nei, statið er svolítið eftir. Já, það er svo alltaf smá 67-57 staðan. Já. Og við sjáum bara hérna rúlla svipmyndir úr leiknum hingað til. Mörg falleg tilþrif en KFG enda yfir á móti Sindra. 19-12, hérna Blikarnir að vinna KF 55-42. Það er aðeins að jafnast í Borgarnesinu, 64-32, þó ekki mikið. Þórsararnir yfir á móti Ármann, 42-41 og Skagamenn hérna 10 stundum yfir á móti. Eins og staðan er akkurat núna, þá er Skagaliðið að fylla sér á toppinn ásamt Ármanni og Sindra. Ég ætla samt hérna, ég ætla að vona að Sindramenn og Ármenningar hérna komið tilbaka og hérna vinni sína leiki. Vera á toppnum undir lokin, ekki hérna á hjólunum. Já, en það er ábyggilega orðið ansi langt síðan að Skagaliðið var á toppi einhverjar deildar þegar liðið fór í jólafrí í körfunni. Hvernig var þetta í annari deildinni? Já, reyndar. Voru þið einhvern tímann? Það var nú reyndar alltaf eitthvað svona IG og eitthvað svona lið sem að voru eitthvað að þvælast fyrir. IG? Eða hvort það var IG örugglega. Já. Kinjón, galopinn, ekkert nema net, falleg sókn. Ótrúlega vel svarað hjá Skagamönnum. Hún er að hérna, þeir verða samt að standa að vörðina. Já, þar er þetta frábært frákast hjá Tristani. Auðvöld stig fyrir hann.
margir skagamenn sem hefur getað gert þetta betur í frákastinu. Styrmir, skemmtileg hreyfing hjá honum og vill að dæmda á Tristan að ég held. Hrifin af þarna hjá Óli Bókan. Það Styrmir þarna dettur og hann kipur nú bara beint upp. Það er skemmtilegt að sjá. Síðara dettur ekki. Bókan á Ara. Fín vörn hjá Styrmi og Viktori og Þarna dæmdu þá þetta er nefnilega akkurat já. Ég er alveg sammálað þar. Já, annars er þetta bara ömurlegur dómur. Bara sleppa því að dæmi þetta ef að Aron Elvar kemur aftur inn á átti frábæra innkomi í fyrri hálfleik. Skoraði þá 13 stig. Styrmir búinn að vera sprækur hérna í upphafi síðari hálfleiks. Kinjón, tveir á honum. Kristoffer. Frábærlega gert hjá Kristoffer. Þetta var virkið, hann var búinn að reyna þetta nokkur sinnum áður. Það var eins og hann væri langhraðastur á vellinu þarna sko. Bókan fer í erfitt skot, gerir þetta frábærlega. Skrítið. Já, einhvern veginn svona. Fáránlega vel klárað maður. Já, ekki miklu jafnvægi virtist vera. Nei. Kinjón. Aron. Hann fer í árásina. Skemmtilega gert Aron, tekur frákastið sjálfur. Þarna í fyrra hefði Aron þarna vitað að hann átti að gefa niður á Viktor og beðið og reynt að finna hann og eitthvað svona. Í staðinn bara kíkt hann aðeins, ekki opið, bruna bara fram í manninum og klára þetta. Vill að dæmda á Aron. Koma Birkir Máni og Arnór Bjarki inn á servisingum. Tristan galopinn, ofopinn sennilega bara. Já. Við hefðum nú getað að tala saman betur hérna, Viktor og Kinjón á hindrunni hérna. Það er 75-60 eftir skagamenn. Þannig að Viktor, Kristoffer, frábælega að spila, Kinjón galopinn. Ekkert nema neitt, virkilega skemmtilega að spila. Svavar Ingi orðinn pínu pirraður á Viktori hérna. Og brotið á honum. Viktor er náttúrulega bara algjör heiðursmaður og það fólk á bara að láta hann í friði. Kemur Július inn á fyrir Viktor. Það ætli sé ekki bara vera í honum hann aðeins. Var svona skapast einhver stemming, fannst mér. Svavari að fara aðeins að svara fyrir sig. Það var Lucien. Og það er opið skot. Hittir ekki. Július í baráttunni. Arnór enda með hann. Svavar út í hornið á Tristan. Ræðist inn að körfunni. Skemmtilega gert og villa dæmt. Já, seint kom hún þessi. Og já, þetta er svona þetta er bara minnir pínu á kafla hérna í öðrum leikluta sem að komu nokkra svona villur sem að maður svona bjóst ekki við endilega að fá. Já. En það er eiginlega alltaf brotið á Tristan. Já.
kannski erum við bara svona hissa þegar það brotið á honum. Já, geti verið sko. 15 stiga munur. Já. Skagaliðið náði að svara þessum svona þessu áhlaupi Selfyssinga í upphafi hálfleiksins. Kristófer og þetta er náttúrulega, þetta er hárrétt, þarna er hárréttur dómur, finnst mér. Aldrei spurningum neitt annað sko. Þetta reyndar, þetta er bara eitthvað svona pirrings, eitthvað svona, þú slasar engan með þessu. Nei. Þetta er bara óþjóttamæsti villa. Já. En hitt svona er svona að stíga undir í skotin á hann, að það finnst mér ógeðfellt sko. Já. Og enda, sko, er það ekki orðið, sko, nú er ég að reyna að rifja það upp, ég bara maður ekki hvort þetta er orðið brottrekstravilla eins og í NBA. Já, ég er bara með jafnvel að hanga inn á. Ég er ekki að segja að hann hafi verið að reyna þetta. Nei. En bara ef þú lendir í að gera þetta, að þá, ég vil ekki hafa svona inn á vellinu. Nei. En Tómas var komið inn á fyrir Kynjón, sem eru einmitt, þeir tveir leikmenn í liðinu sem eru með hæstu þryggjastæðan nýtinguna. Tómas með 50% nýtingu og Kynjón með 40% nýtingu. Bara í vetur sko. Já. Já. Ef ég man rétt á síðasta tímabili Jamarco Warren sem að endan held ég held hann hafi verið með milli 38 og 9%. Þryggjastæðnýtingu? Já, í ansi mörgum tilraunum, ég ætla að taka það fram. Tilraunum og hann tók líka svo mörg ömurlega skot að það er eiginlega alveg ótrúlegt að það skulle hafa verið þetta hátt. Já. Hann var alltaf að dribla bara 1,5 metur inn fyrir miðju og bara skjóta. Já. Og sóknarvilla á Júlíus. En já, hann náttúrulega þeir sem hafa fylgst lengi með körfuboltanum á Skaganum muna eflaust eftir Zachary Warren og það var ótrúleg tækni sko hvernig hann gat skotið stökkvandi upp á öðrum fæti til hliðar og einhvern veginn virkaði samt í brjáluðu jafnvægi sko. Frábær vörn hjá Júlíusi, ætla ekki að gefa Bókan neitt auðvelt þarna. Ég vil bara sjá Skagaminn gera út af við þennan leik og ég er skítræddur þegar það farið inn í eitthvað svona Skagaminn er reyndar alveg reynslu mikið liði. Ég meina þeir eru með Lucian og Serdan og Kristófer sem svona reynslu, og Viktor sem svona reynslu mættu menn, þannig að þeir eiga alveg að kunna að loka leikinn. Já. En bara með fullri virðingu þá sko ætti að vera löngu búið að loka þessum leik, finnst mér. Bara munurinn á liðunum er það mikið. Við erum 2 af 3 bestu leikmennum sínum einhvern veginn í borgaralegum klæðum á bekkum núna. Já. Í Ísaki og Wojciech. Þetta er aftur fyrir liði. Fín vörn, Júlíus hirðir bara boltan af Gísla, langur bolti fram á Kristófer, gerir þetta vel. 81-67. Bókan, vel gert hjá Kristófer aftur, fremstur skilar þessu niður, þægilegt. Hann er ekki búinn að búa náðu lengi á Akranesi til að kunna tróða. Það er ennþá einhver borgnesingur í honum sem kann ekki tróða. Bókan, Tómas til varnar, Tómas brýtur á honum. Það er fín villa maður. Já. 83-67. KFG eru 27-21 yfir á móti Sindra. Blikarnir eru 65-60 yfir á móti KF. Þessi leikur er náttúrulega löngu búinn í Borgarnesi, 83-47 eftir 3 leikanda. Hvað er að gerast hjá Borgnesingum? Eru þeir kannalausir eða hvað er? Nei, bara hann er það líka. Bara hitta ömurlegan dag. Já.
ógeðslega leiðilegt að hitta svona ömulegan dag, seinasta leik fyrir jóla. Já. Alveg. Villa dæmd á Gísla. Svo eru ármenningar komnir yfir á móti Þór Akureyri 53-47. Býtum nú við. Nú hefði ég haldið að það er bónus, alveg klálega. Það er keilan komin upp og allt maður. Það var held ég með þess að 5. liðsvillan. Tók nú tíma sinn í þessum leikluta að fá skotréttin. Kemur Hjörtur Hrafnsson inn á í fyrsta skipti í kvöld. Í staðan fyrir Kristoffer. Ég trúi nú ekki að hann Jónas Bjarmi hafa verið að tuða í ritarabókinni. Það er alveg, það er ömurlegasta sem ég veit um. Og Lucien gerir þetta vel, skilar þessu niður. (85-69), þetta er bara sami munur og var í hálfleik. Bókan, frábær vörn. Aron, þetta er skref. Já, frábær vörn hjá Aroni. Alveg verið í vasanum þarna maður. Og þá á Skæinn síðasta skotið í 3. leikluta. Vonum það. Lucien ætlar að finna Hjört út í horninu þarna. Tómas undir Aron, frábærlega! En þetta dettur ekki niður. Þetta var svo geggjað. En tókst ekki. Þetta hefði bara verið eina körfum, og við erum búin að sjá margar fallegar í kvöld, sko. Þetta hefði verið eina körfum leiksins. 85-69, ertu sáttur með þennan 3. leikluta? Já, nei, það var náttúrulega ekkert gott, sko. En bara hérna... En þetta er svo nefndir á þann, þeir svara áhlaupinu og hafa gert það núna hvað 2-3 gang í leiknum. En mann hefur fundist þeir þurfa að láta kné fylgja kviði, eins og maður segir. Þetta er orðið voða sloppy samt í 27-27 hérna í 3. leikluta. Þetta er engin glans körfubolti, sko. Nei. Vængirnir eru betri en þetta allavega. En ef við förum hérna aðeins yfir hérna tölfræðina, þá er stigasti maður vallarins Fóli Bókan hjá Selfossi. Tristan Máni með Fóli með 23, Tristan Máni með 15 og Aron Sanna með 14. Skaminum er Kynni með 23, Aron Elva með 15 og Styrli 13. Frákvæmstæðistir eru Viktor 11, Sertan 5 og Kristofur 4. Fóli Bókan með 9, Tristan Máni 6 og Aron með 4. Stóðsvílinga þetta eru Sertan 6, Kynni með 6, Lucien 3, Tristan Máni hinn með 4, Wojciech með 3. Þráttur hafi ekki spilað í seinna hálfleik og Fóli Bókan með 3. Það er svona það helsta. Já, takk fyrir þetta, Jón. 5 var einn skot og Kynni með 3 stólna bolta undir meðaltali í deildinni. Ég er að fá hérna gest fyrir þessara. Það er setja mikrofónur. Já, það eru Selfyssingar sem að byrja 4. leiklutan. Birkir, frábær vörn hjá Tómasi. Og þetta lítur þá að skraf sem varið skot, þú veist þetta var... Fyrstu fastlega við. Þetta er skemmtilega gert. Falleg karfa. Svo skal hann halda áfram samt. Þetta er skemmtilegt. Aron með plás. Aron er búinn að hitta eins og meistari hérna í kvöld. Það er ekki mikið farið einhvern veginn fyrir honum samt, en hann er komið með hvað 16 stig. 4, 5 og 3 stigum.
Við hvörtum ekki við þessu? Nei, alls ekki. Og önnur skrítin villa á Gísla Stein sem að gerist fjölþreifinn og þá kemur Tristan inn á Volley Bógan, fær að setjast og Ari Hrannar kemur einnig inn á. Wojciech komin í síman á bekknum. Já. Það getur ekki verið. Hjörtur í þristinn. Hrifinn af þessu. Já. Svona samfélsingar. Þetta kemur Gísli með frákastið, síðan það Svavar, nei Óðinn segi ég sem að setur þristinn. Þetta er alveg skotið. Tómas. Eppin hérna, Aron, hann er bara með þessa fjarlægð gjörsamlega. Hann er tilbúin að fara í jólafrí hérna. Það er aldrei sko, það er ekki ringur sko, það er bara allt bara net sko. Og var það þetta skot svo? Já, sýndist það. Þetta er engin bönd hérna. Já, Sertan kemur inn á fyrir Lucien. Inn á Tristan. Skemmtileg hreyfing hjá Tristani. Hann er bara búinn að vera svona náttúrulega langbestur, eða segi ekki langbestur, minnst hann búinn að vera bestur Selfyssinga fyrir utan kannski Volley Bógan sem átti líka góðan leik. Tómas, skemmtileg hreyfing, þetta var kannski of mikið að hugsa varnarmanninn. Þetta býða eins og bara klára þetta. Já, mér finnst bara, þú veit ekkert að draga í land með að vera langbestur sko. Mér finnst Tristan búinn að vera langbestur. Aron með libratakta, finnur Július og sóknarbrot á Július Dúra núna. Fellur ekki mikið fyrir Júla í kvöld. Nei. Það koma Kinjón og Máni inn á. Máni kemur inn á henni fyrsta skipti í kvöld í stað fyrir Július. Og Tómas. En núna nefnilega er alltaf forvitnilegt að sjá hver meiðist. Af því að það er alltaf ykkurir sem að meiðast svona innan gæsalappa í seinastu leikur í jólafrí. Já. Af því að þeir nenni ekki jólaæfingunum. Já. Það er alveg típist. Aron gerir þetta frábærlega. Sertan með góða villu þarna en þetta er ágætis íþróttamaður. Ætlaði hann að tróða þessu? Það var svona meðanst einhvern veginn tilburðinni svolítið þannig. Ég fyrir að sæja alveg fyrir með Kristoffer. Hann færi eitthvað svona í kálvan eða eitthvað svona eftir eitthvað haldra aðeins. Var hann ekki kominn á rúlluna hérna á kantinu? Eitthvað svona. Það er alveg típist sko. Þórður Freyr gerði þetta í fyrra, seinasta leik. Já, við hérna, en svo er þetta náttúrulega, sko, jólafríið hefur nú ekki alltaf verið gott fyrir okkur. Ég manna þetta held að hafa verið einmitt í jólafríinu sem við vorum með ameríska leikmann Sean Tate hérna fyrir jól. Var það ekki hann sem kom svo, skilaði sér svo ekki eftir jólin? Hann þurfti að fara? Nei, það var hann hérna. Nei, það var ekki Sean Tate. Við þurfum við. Derek Sjáls? Nei. Nei, það var ekki jólin. Nei, frábærlega gert. Ari skilar þessu niður og vill á skaliðið. Já, mér finnst eins og það Sjón þurft að fara út af einhverjum fjölskyldu ástæðum og skila þessi svo ekki tilbaka eftir það. Jú, Sjón kom aftur. Það var Sjón kom aftur nema að hann var seinast árum. Hann var reynda geggjaður. Allavega, hann fór einn heim af því að það var eitthvað andlát í fjölskyldunni, svo kom hann aftur og svo bara hvarf hann fyrir seinasta leikinn þetta móti Selfoss. Já, alveg rétt. Það var eitthvað
Ég hef hérna afsökunarbeðinni hérna hálfu ári síðar eða eitthvað. Kemur skoti frá Óðni. Aron tekur frákastið. Serjan. Kenyon var hérna með, sástu, hlaupabraut, hann var að fara í loftið hérna. Það hefði verið gaman að sjá hérna. Skamma Hjört, takk ekki skotið. Já. Það er Aron fyrir út á og Styrmir kemur inn á. 93-80, þetta er svo sem þægilegt ennþá, en Óðinn út á Arnór með fallegt skot og minkar munin í 10. Það er ennþá 6 mínútur eftir. Styrmir út á Máni í þristinn. Hvað annað maður? Já, falleg karfa hjá Guðbjarti Mána og Tristan enn á. Hann er allavega segur að koma sér á línuna með þér. Hann er alltaf margfalda meðaltali sitt í vetur. Er hann ekki líka, hann er út af, hvað er það að gera? Hann er ekki stigaherri heldur en bróðir sinn núna, í þessu leik. Máni? Já. Heyrðu, það er nefnilega, ég er að spáði hvort að Kristó hafi bara gert kröfum að fara inn á aftur. Nei, Kristó er með 11. Nei. En Máni klárlega hefur orðið honum hvatning þarna. Kenyon missi boltan út úr höndunum á sér þarna. En já, áhugavert að Hjörtur skilur ekki klára hreinlega leikinn eða svona allavega fleiri mínútur. Getur vel verið að við fáum hann aftur og eftir. En skemmtilega innkast kerfin hjá þeim hérna. Það verður að ganga vel. Og 10 stiga munur. Styrmir og Kristófer. Ekki sens að gefa bróður sinn, sko. Frábæri taktar Kristófer. Og skaliði komið í 98. Góð vörn hjá Kenyon. Kristófer og fótur á Tristan. Og kemur skipting hjá Selfossi. Gísli Steinn af velli, Unnar kemur í staðinn. Ég hef nú alveg svona vissa samúð með Gísla þarna. Ég er ekki alveg vissum að þetta hefði verið 100% lögleg vörn hann það. Kenyon á Kristófer, langur þristur. Og Tristan með frákastið. Kristófer hafi einsett sér það fyrir leik að gefa ekki á bróður sinn. Arnór, fín vörn hjá Mána, lendir á Arnórið þarna. Og hann er lagleg hreyfing hjá Arnóri. Mjög svo. Og munurinn enn og aftur 10 stig. Nú eru Selvísingar komnir í skotrétt hérna, það eru 4:40 eftir. Arnór hittir ekki. Og þristur frá Ara. Já, og þá er bara leikhlé. 7 stiga munur og 4:30 eftir. Já, Skaman hætti bara aðeins að snemma. Já, það virðist vera svolítið einhvern veginn stemmingin. KFG kíkjum aðeins á aðra leiki að þá er KFG búið að jafna á móti Blikum. KFG er einu yfir á móti Sindra. Fjölnir er bara að rúla þessu heim 97-63 á móti Skallagrím og Ármann er 12 stigum yfir á móti Þór Akureyri 65-53. Hvað sagðirðu? Eru Ármenningar komnir vel yfir á móti Þóra? Já. Komum við og klára það væntanlega og það er eiginlega bara spenna í tveimur leikjum. Ég verð reyndar að viðurkenna
Ég veit ekki alveg af hverju Ármann eru búin að vera svona góður. Nei. Það er fullt af framfærilegum leikmönnum en einhvern veginn búin að vera bara bestir í deildinni bara í vetur. Hvað er langt síðan að Ármann hefur verið í efstu deild? Nú þeir voru nú svo sem Sko ekki síðan ég byrjaði að fylgjast með. Nei, það var kannski örlítið lengra síðan ég byrjaði að fylgjast með, en þá ég man nú ekki betur. Ég meina, þá erum við líka að tala um að sko íþróttafélag stúdenta var í efstu deild líka, skilur við, þannig að sem náttúrulega það er álíka langt síðan kannski, en við sjáum að núna það er bara byrjunliðið komið inn hjá Skaganum. Já. Og Kynjón undir á Viktor missir boltan út úr höndunum og engin villa. Volleybólan kemur á ferðinni, frábær sending á Ara og Karfa góð. Og munurinn orðið 5 stig. Ég þarna sem við gleypa flautuna þarna aðeins þegar að bara haldi í hendina á Viktor. En núna verða Skagamenn bara að gjöra svo vel að spila. Já. Það er ekkert að fara að fá neitt ókeypis á þessu. Styrmir. Já, fallið skot hjá Styrmi. Óheppinn Viktor með sterkt frákast og fær villuna þessu sinni. Og skot væntanlega. Já. Þetta var nú svo sem ekki nema önnur liðsvellan á Selfoss. Þannig að það er enda töluvert í að Skaginn fái skotréttinn. Þetta hafa þeir eiginlega ekkert þurft að spila mikla vörð sko. Nei. Það var bara mest verið að láta bara skora á sig. Viktor. Fín vítanýtingin hjá Skagaliðinu í kvöld er það ekki? Já. 13 og 17. Já. 14 og 18 núna 15 og 19. Styggjum það, rjúfaðir 100 stiga múrinn. 3:50 eftir. En að fá á sig allt of mikið stigum á móti þessu liði með fullri virðingu. Þetta er búið að vera svona frekar óþolandi leikur að horfa á. Skagamenn opna eitthvað forskot, 15, 16, 17 stig eða eitthvað og svo bara hætta. Það er búin að gera það bara 3-4 sinnum í leiknum. Serjan ræðst inn að körfunni og það eru... Ég veit ekki alveg hvernig þetta er eitthvað körfuboltaplay hjá honum hann. Það meina villan? Já, hann bara Já, nei, grípur í hann meter fyrir aftan hann. Viktor fær hann. Frábær hreyfing. Nei, ég ætla nú ekki að samþykkja þetta alveg svona blákalt. Já, þú veist, þetta er bara svo algeng hreyfing, þú ert að snúa þér, þú veist, ég veit það ekki, þú þekkir þessa hreyfingur eitthvað betur en ég. Ég set eiginlega aftur spurningamerki bara þarna við að hann geti séð þetta almennilega 15 metrum frá, sko. Ég hef enga trú á því. Já, meðan þetta er í annað þriðaskiptið sem maður sér sko útidómarann taka eitthvað sem innidómarinn í rauninni er ekki að taka. Já. Frábær vörn hjá Styrmi og Bókan núna ósáttur. Serjan, hann er með Kynjón í horninu og finnur hann núna og það kemur skotið og Viktor með frákastið. Dæmið á ekki, hvað er að? Allavega virðist þetta þá vera frábær vörn, vist að ekkert var dæmt. Tristan í þristinn. Hittir ekki, Kynjón endar með frákastið, múnt að leysast upp í einhver hlaupabardaga hérna, Serjan vill róa þetta niður. Veit, hann er 7 stigum yfir og enginn er asinn og... Já, þar með er Selfossliðið komið í, erum við komið skotrætt líka. Já, er það? Já. Já, þetta var 4. liðsvillan. Og Serjan Stojanovic á vítalínunni getur aukið. Er Ari þannig með 24 stig? Ari? Það gæti nefnilega verið. Hann er búinn að vera nefnilega ansi drjúgur hérna í síðarálum. Vel gert. Og
Síðara vítið, Geigar og sóknarmenn komnir of snemma inn í teginn. Þannig að það er 8 stiga munur, 101-93. Bara gera það fyrir mig að fara ekki að sofna eitthvað núna. Ég kom að hlaupa svona 100 ferðir í stiganum með kjúklingavengi. Ég er bara að verða hérna þreytt. Svavar með þrist úr horninu. 5 stiga munur. Já, hérna. Svona mann ég eftir Svavari fyrst. Hann hérna, hvort það var bara í úrvalsdeild seinast þegar að Selfyssingar voru þar, þá bara Serdan með geggja hreyfingu. Þetta sem ég talaði fyrir leik. Bara í krönsinu, bara látið boltan í hendurnar á honum. Já. Tristan og Villa dæmd á Serdan, ég held að þetta sé nú rétt. Já, við syndist það. Bara gríp í öxlina. Heyrðu, 103-96. Já. Tristan getur minka munin í 5 stig aftur. Ég sagði hérna Stjörnur eru búin að klára leikinn á Skjaldakrim með 44 stiga sigri. Það er áhugavert. KVF eru komnir yfir á móti Blikum, 84-81. KVF? Ármann er 17 stigum yfir á móti Þór Akureyri. Þannig að ármenningar enda á einir á toppnum mögulega. Já. 103-97, 6 stiga munur, Kinjón framhjá. Já, þetta er skynsamlega gert, nota klukkuna, Styrmir, vinna körfunni og bjóstu Viktor þarna út í horninu. Spurning hvort að sendingin hefði ekki bara þurft að koma örlítið fyrr. Þristur núna hjá Selfyssingum, hleypir þessu bara í algjöra vitleysu. Og bleita á gólfinu verið störa hérna, Svavar og og Villa. Já, þetta lítur að vera Villa á Svavar, já. Stórundarlegt. Sóknarbrot, ég held að þetta sé algjörlega hárrétt og það er, nei. Og Svavar þá kom með 5 villur. Það var fína leik. Heyrðu, Sjónni er alveg með þetta. Hæ? Alltaf nýjungar maður. Það er ekki bara formaður með gjaldkerfin sem getur komið með nýjungar hérna á körfuboltaleiki. Nei, nákvæmlega. Sjónni er allt í peskeið, sko. Skagamenn ætla ekki að taka boltan inn, samt. Já. 103-97. Karfa núna fer nú bara langt með að klára þetta og þetta er ótrúlega. Vill þetta koma svolítið seint? Ég held að það hefði verið að því að Jónsson var svo mikið að fylgjast með Viktor og hérna 19 sem er ekki komin inn á staðinni. Já, Fróði. Já. Og hérna, ég held að hann hefði bara séð lokinn hérna á þessu hjá Serdan. Það heyrir að áhorfendur, fylgjendur Selfoss kalla menn með nöfnum og reyna að ná til þeirra þannig að það hefur ekki gengið hingað til. Og Serdan öruggur, eins og segir, þetta er maður sem við viljum að sé með boltan og þá er leikhlé hjá Selfossi. Auðvitað ekkert búin að gefast upp. Nei, það eru 8 stig, mínúta tæp eftir. Það er alls konar hægt í körfubolta, það verður að segjast. Aron Elvar Dagsson, stigahæstur Skagamanna með 23 stig. Frábær leikur hjá honum. Þetta er eins og við vorum að tala um. Kinjón sem með 21, Viktor 15. Þarna erum við með sko 3 stigahæstu. Í síðasta leik var það Styrmir. Nú er það Aron. Þú veist, Serdan er ekki þarna á blaði, skilurðu, ennþá. Lucien á leiki og Kinjón á leiki og Serdan á leiki.
Þannig að þetta er bara virkilega gott sko, en Ari Hrannar og Tristan Máni hafa skemmt mér hérna af Selfyssingum. Klárlega, og bara stórt hrós til þeirra. En Aron Elvar, svona, er hann ekki okkar maður leiksins? Ég meina, hann er ekki í byrjunliði, hann er að koma með 23 stig af bekknum. Já, þetta er bara meiri áttar. Og í rauninu var ekki einu sinni 7. maður, skilur við. Hann er kannski 7. 8. í róteringunni í kvöld. Nei, ég er bara massa ánægður með þetta. Þetta skiptir bara svo miklu máli. Að það sé ekki þegar að hann kemur inn á, eða bara þegar að neitt kemur inn á, það sé ekki hægt að bara sleppa þeim. Eins og hérna, eins og hefur oft verið með svona verri skotmenn. Já. Frábær vörn. Þetta skot var aldrei auðvelt og Viktor með frákastið. Sertan heppinn þarna, Kristoffer. Og villa aukinn. Skinsar þetta talandi reynsluna. Já. Sýndi það þarna. Bíða. Skrifa samt. Það var það. En er ekki þessar skrifareglur hérna í kringum körfun eitthvað, notar eitthvað rosalega... Hann driblaði ekki Sertan í löppir á sér. Jú. Náði samt að halda honum. Já. Og Kristoffer bæti við á línunni. Munurinn á 11 stig, þannig að nú er loksins Fylkis í hús. Sigur í höfn. Þetta er bara ljómandi fínt. Ég meina... Já. Villa á styrmi. Heyrðu? Já. Bara fekk aðeins í lærið maður. Það var einhver ógeðst að hann tekur vítin og leit svo skipt sér út af. Já, það skipt ykkur skoðum. Nei, kemur Birkir Máni inn á fyrir Ara. Hann er að fara kvart í rútun á leiðinni heim eitthvað bara, veist það, ég fekk eitthvað massa takk í lærið maður. Ég held ég geti komið hérna annan jan aftur. Þetta eru 2 vikur finn ég sko. Já, 2 stétt. 2,5 eitthvað svona. Já, þetta er, en það stefnir í Selfyssingar eiga möguleika hérna á 100 stiga leik. Já. Það er náttúrulega sko, væri ég þjálfari og vill á Tristan, væri ég þjálfari Skagamanna þá væri ég mjög ósáttur við að fá svona mörg stig á mig á heimavelli á móti botliðinu. Sama hvaða lið það er. Já, sérstaklega því að vörnin hjá Skagamönnum hefur verið alveg frábær í vetur og á stórum stundum. Og var það svo sem alveg í byrjun en svo einhvern veginn bara slöktu þeir á og þeir eru svona aðeins of svona vanir í þessu. Kenyon Hodges setur seinna niður 109-99. Ollie Bogan í erfitt þriggjastigaskot. Kenyon var ekkert að gefa honum neitt þarna. Kristoffer og þeir eru bara í því að brjóta. Unnar fær villu. Ég er hrifinn af þessu, bæði bara hjá Jónasi Björnmar þjálfara og þeim. Þeir neita að gefast upp og eru raun og veru búin að daðra við það stóra parta leiksins að bara hætta. En svo bara kemur skorpa frá þeim og þeir spila vörn og engin læti og engin leiðindi. Nei. 111-99, þeim langar í hennar 100 stiga leik, það er greinilegt. Fróði út á Bogan í þristin, hittir ekki Viktor með frákastið og Styrmir ákveður bara að dribla þetta út. Já, fínn sigur Skagamanna í höfn. Ég meina, þetta var skrítinn leikur að mörgu leyti, hann var skemmtilegur á köflum, frústrerandi á öðrum köflum, svona heilt yfir. Það hljótu að vera sátti með bara þessi 2 stig á töfluna og... Já, það er nú markmiðið. En þetta var ekkert glæsilegt en þeir skiluðu þessu vel sko. Allt í lagi. Já, við kannski bara rétt fáum að rúlla hérna svipmyndum úr leiknum.
En, já, við erum náttúrulega á leiðinni bara í... KVF. Framlengt KVF. Þetta bænum. Herðu, við skulum fara yfir loka stigaskor hjá Skagamönnum var, eins og ég sagði, Kenyon Hodges endaði í stigahæstur með 24, Aron Elvar var með 23, Kristoffer Már með 18, Viktor 15, Styrmir 13, Lucien 8, Serdan 7, en á mikilvægum tímapunktum var Serdan að setja hann. Já, líka með 8 stafsendingar. Já, og Máni með 3 stig. Hjá Selfysingum var það Ari Hrannar sem var með 24, Folli með 23, Tristan 22, Arnór 10, Svavar Ingi 6, Birkir Máni 5, eins og Óðinn Freyr. Og síðan voru Novak og Sigurður Darri með sikkur 2 stigin. Já, nú erum við náttúrulega bara skagaliðið á leiðinni í jólafrí og IATV svo sem líka. Já. En framundan, já, það sem ég veit af er bara sennilega næsta útsending hjá okkur gæti verið. Ég ætla nú kannski rétt að bara tísa því aðeins. Það gæti verið pílumót hérna 28. desember, það er ekkert staðfest, það er ekkert í hendi en biðja fólk að fylgjast vel með því. En annars er það þá bara íþróttamaður Akranes á 13. En Jón Orri, ég meina, ef við bara gerum upp þennan fyrri hluta tímabilsins, ég meina, bjóst þú við að Skagaliðið væri 2 stigum á eftir toppliðinu þegar að við færum í jólafrí? Þegar tímabili byrjaði, varstu með þessar væntingar? Nei, ekki alveg þessar, en ég finnst við hittum á þarna 2 gullmála í bæði Viktor og Kenyon sem eru komin að bara smellpassa inn liðið og Óskar hefur tekist einhvern veginn að búa bara til fína liðsættur eitthvað fljótt og þannig að þetta er engin heppni hjá þeim. Þeir eru bara á þessum stað bara getulega, þeir eru bara búin að vera góðir og eru bara vel mannaðir og vel fjölvaðir þannig að en ég bjóst ekki við þessu. Nei, við meðum, en núna kannski breytast væntingarnar. Ég meina, nú er maður alveg að heyra bara út í bæja, þú veist, fólk er að halda því fram að bara menn í körfuboltafélaginu og stjórninni séu bara, herri, nú erum við bara raunhæfum möguleika að fara upp, bara viljum við ekki bara reyna að fara upp, er það stefnan, skilur? Á þetta lið að stefna á að fara upp í úrvalsdeild? Mér finnst þeir hafa hæfileikann til þess og það er allt til alls en stökkið upp er stórt og það eru hörku öflugu liði í þessari deild sem eru hérna sem er skörinni framar. Ég meina Ármann eru búin að vera betri heldur en við vetur og Sindri búin að vera mjög stöðugir og náttúrulega Hamar alltaf góðir líka einhvern veginn en hérna þeir eiga að vera í umræðin alveg 100% finnst mér. Og eiga ekkert að vera litlir með það, sko. Já, akkurat, og ég er bara að verða að viðurkenna það. Ég er bara að verða ansi spenntur og verð sennilega spenntar eftir sem að líður á tímabilið af því að, sko, það er líka bara hvort sem við förum upp eða ekki, þá, einhvern veginn sér maður bara í hillingum núna að það er bara úrslitakeppni og það verður skemmtileg úrslitakeppni, það verður jöfn úrslitakeppni. 8 leikir, fattaru, og út frá mínum sjónarhóli sem bæði körfuboltaáhugamanns, en líka að vera framleiða sjónvarp fyrir Skagamenn, þá er það bara, ég bara svitna við tilhugsunina. Já, þetta er líka bara, þetta er smá svona birta í skammdeginu á Skaganum, það er ekkert mikið að gera, en hefur verið bara hágæða afþreying og pítsur og hambúrgarar og verið að reyna að gera eitthvað og fullt af mjög góð mæting og bara áheila alla leiki og verður potið bara betra. Já. Ég alveg, ég horfði mjög björtum augum fram á veturinn og vorið sérstaklega, sko. Já, ég er sammála því og Jón Orri, kærar þakki fyrir að gefa þér tíma til að vera með mér í kvöld. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson, ég ætla að þakka Guðmundi Kort Einarsinni fyrir hans störf á myndavélinni og Snorri Kristlefsson sem aðstoðaði við uppsetningu og sá náttúrulega alla grafíkar svo vanalega. En bara þangað til næst, bara biðja ykkur að fylgjast með okkur við erum á X, við erum á Facebook, við erum á Instagram, við erum út allt, bara ef eitthvað gerist, ekki missa á okkur og ef þið eruð áskrifundur á okkur á YouTube og þá getið líka ítt á bjölluna
og þá fáið þið einfallega tilkynningar þegar við förum í loftið bara og þá þurfum við ekki að missa neinu. Og bara, en annars segi ég bara, fyrir hönd IA TV, gleðileg jól og gott farsælt komandi ár. Gleðileg jól.